Jóhann Smári Sævarsson, hljómsveitarstjóri og tónlistarmaður við meiri hérna Suður með sjó. Það flottarkemni framöndan hjá ykkur. Já, við erum núna með risa galatónleika 16. nóvember í Stapanum með 17 einsöngurum, 27 manna hljómsveit, 40 manna kór og barnakór og erum að flytja í rauninni bara skemmtilegustu og fallegustu verkin úr óperunni. Þetta sem að við könnumst öll við, hvað sem við erum klassísk eða ekki, eins og Nessun Dorma og Casta Diva og allt þetta, þetta er einnig bara flugeldasýning og mikil gleði og mikil fegur, og frábæri einsöngur að við erum með hana Arnheiði Eiríksdóttur sem að var að fá titilinn The Rising Opera Star of óperuheiminum á alþjóðlegu óperuverðlaununum sem alveg bara eins og að vinna Óskarinn. Dísela Lárusdóttir, algjörlega frábær, hún búin að vera að syngja á Metropolitan óperunni. Við erum með Davíð Ólafsson sem er alveg massa þar sem hann gerir úr Keflavík og svo erum við með hann César Barrera sem var í fyrra, hann kemur frá Argentínu og syngur Nessun Dorma og eitthvað fleira og við erum með fleira Aron Cortés, Hanna Olgersdóttir, þetta listin Alessandra Tjernikova og nýtt fólk og fólk hérðan, þetta ofboðslega skemmtilegt prógram. Hvað getur þú sagt svona fyrir meðaljáni sem kannski fyrir ekki ofta á óperur eða þingri tónlist getur við sagt? Hvað þetta fyrir þann hóp? Ég myndi segja að þetta væri tilvalið fyrir þau sem hafa ekki verið að stunda svona til þess að koma bara og prófa. Af því að ég segja oft ef þú sest niður og hlustar á þessa tónlist, leifir þér að hlusta ekki bara með eyrunum heldur með sálinni og öllu þá þetta bara upplifilsi. Í fyrra vorum við með Verdi Requiem sem náttúrulega sálumessa, mjög fallegt, mjög dramatist og mjög þungt á köflum, en fólk var alveg bergnumið, fólk sem hafði aldrei farið á klassíska tónleika og Kjartan Már var að tala að breyta tímatalinu fyrir og eftir Verdi Requiem, núna tíminn fyrir fólk að koma og prófa því að þetta eru fallegu flugeldasýningarnar sem allir hafa gaman af. Hvernig gengur að æfa? Það nú eitthvað að kalla hana að hópa allar saman? Þetta búið að vera svakaleg vinna og allt í sikuru lagi og vinna með að því hljómsveitin að blanda af kennurum og nemendum skólans og svo fáum við hóp helmingurinn rúmlega úr Reykjavík og eru í symfóníuhljómsveitinni og kammersveitinni og ég búin að hitta þau sem eru hér. Nú fyrsta æfing með hljómsveitin og þú heyrir hvað það hljómar flott strax og kórin eru búin að æfa í 2 mánuði og einsöngvararnir við byrjuðum í síðustu viku og þau náttúrulega læra sitt sjálf því að það allt atvinnufólk þannig að þetta búið að vera mikið púsl. Ég sé að þú ert með áhuga fólk líka í kórnum sem við kannumst við þessu og stæðstu hlutin af kórnum er fólk sem hefur verið í söngnámi eða búið með söngnám hérna fyrir sunnan og svo erum við með nokkur úr óperukórnum í Reykjavík sem hann Aron Cortés stjórnar, hann syngur hérna sem einsöngvari, sonur Garðars Cortés og og svo svona fólk sem að meldaði sig þegar við auglýstum eftir fólki og þetta allt fólk reynslu mikið fólk, þannig að þetta
mjög þægilegu kór því að flestir lesa meira og minna blaðið. Það auðvitað inn á milli fólk sem að gera það ekki en svona stór hluti af kórnum. Þannig að þú lofa flugeldasýningu hvar og hvenær? 16. nóvember klukkan 5 og miðasalan á Tix en við erum að reyna að fá líka miðasölu í Hljómahöll og fólk getur líka að leita til mín eða það eru hópar til dæmis sem að vilja fara saman þá getur endilega að leita til mín og við rættum því að því að við erum búin að heyra að það fullt af fólki búið að vera í vandræðum að finna þetta á Tix að því að það svo mikil jóla tónleikaflóran hún gleypir allt núna þannig að endilega ekki missa af þessu að því að þið funduð ekki með á Tix þið þurfið þess ekki leitið þá til mín